Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin Ingrid Kuhlmann, meistari í jákvæðri sálfræði, að ræða það sem svona frekar tabú í okkar samfélagi að tala dauðan. En svona lífsloka meðferð, hvað það? Já, við erum hér í forsvari fyrir félagi sem heitir Lífsvirðing og það að vinna að því að hér verði samþykkt löggjöf dánaraðstoð. Dánaraðstoð ekki það sama á lífslokameðferð. Lífslokameðferð hluti af líknameðferð sem fólk fær þegar það komið með sjúkdóm og tilgangurinn þá að bæta lífsgæði, draga úr einkennum og þetta líka snýst líka fjölskylduna, ekki bara sjúklinginn og lífslokameðferðin þannig þá stutt eftir og fólk fær morfín. Þetta heitir líknarslæðing. Það sem sagt fær ekki vopni þurrt, engin lyf til dæmis þegar fær lungnabólgu og þetta raun bara og það tekur þetta nokkra daga að deyja. En það sem við erum að tala fyrir í félaginu dánaraðstoð. Það sá verknaður að binda enda á líf einstaklings af hans ósk og af ásetningi. Þannig að þetta tvennt ólíkt. Já, þannig að sko dánaraðstoðin, þetta eitthvað svona sem víða bara hreinlega bannað á meðan að einmitt þessar lífsloka meðferðið líknandi eru leyfðar. En munurinn sem sagt þessi að þetta bara spurning daga. Já, þetta spurning daga og það eru nú reynda mörg lönd í dag sem hafa samþykkt dánaraðstoð. Það 400 milljónir heimallan sem geta fengið dánaraðstoð í dag. Í Evrópu það mörg lönd, Benelux-löndin, Belgía, Luxemburg, Holland, en líka Austurríki, Sviss, Þýskaland, Portugal, Spánn og eyjan Mön, eða Isle of Man, hafa samþykkt dánaraðstoð. Þá ég bara tala Evrópu, síðan eru 12 fylki í Bandaríkjunum sem hafa leyft dánaraðstoð og svo það lönd eins og Ástralía, Nýja-Sjáland, Kólumbía, Ekvador, Uruguay, Nýja-Sjáland, já, ég var búin að nefna hann. Það þannig að þetta leyfilegt mjög víða, en við erum auðvitað hér á Íslandi ekki með neina löggjöf og heldur ekki á Norðurlöndunum sem að mörgum þykir skrítið, því að nú Norðurlöndin mjög frjálslynd að mörgu leyti. Framarlega í læknavísindunum. Í mörgum málum en ekki í þessu máli. Þannig að En af hverju þetta svona tabu? Ég held að sé bara það að sko dauðinn, við tölum ekki mikið dauðan. Hann hefur dálítið fjarlægst okkur, til dæmis í gamla daga, þá dó fólk heima og lá heima og þá voru vitjanir og svo framvegis. Nú þetta bara þannig að við deyjum einhvers staðar inn á stofnun, spítala, elliheimili, hjúkrunarheimili og mér fannst alltaf mjög fallegt að sjá til dæmis í Finnlandi á hjúkrunarheimili. Þar stendur starfsfólk heiðursvakt þegar einhver deyr, þá farið út með viðkomandi aðaldeildnar og fólk stendur heiðursvakt. Hér heima og þetta víða annar staðar, þá þetta bara þannig að það bara farið út með viðkomandi bakdeildnar og við komum til kannski deildi herbergi með öðrum og svo bara þegar herbergisfélagin vaknar og segir býtti hvar Jón, hann dó í nótt, hann bara farinn. Þannig að og börnin líka upplifa kannski ekki andlát fyrir hann mjög seint. Við höldum þessu dálítið frá þeim líka, bara til dæmis þegar gæludýr deyr í stað þess að leyfa þeim að taka þátt. Já, ég mjög seg þegar gæludýr deyr að búa til heila lygasögu eitthvað sem ætti að vera svo sjálfsagt. Akkurat, og pabbi minn til dæmis, ég átti kanarífugl og hann var mjög veikur og svo bara einn daginn þegar ég vakna þá bara búrið opið og pabbi segi að hann flaug bara út gluggann í nótt, en það var ekki þannig. Hann bara veitti honum dánaraðstoð vegna þess að hann var það veikur og það var ekkert hægt að gera neitt fyrir hann leikur. En við gerum þetta nefnilega við gæludýr. Það til dæmis
það bannað samkvæmt dýraverndarlögum að láta dýr þjást ef þú keyrir á kind eða hest, þá það bara glæpur ef þú lætur hann þjást. Og við segjum bara af hverju ætti ekki það sama að eiga við fólk sem þó getur gefið upplýst samþykki. En þetta tabú, það bara ekki spurning og ég hef fundið það. Nú hef ég persónulega reynslu, var aðstandandi sem sagt pabbi minn fékk dánaraðstoð út í Hollandi. Ég fæddi uppalinn þar og árið 2002, hann var búinn að vera veikur í 3 ár og var með heilaæxli á stærð við Mentos-rúllu. Það var óskurðtækt en hann fékk geislameðferð og átti svona 2,5 kannski, gott ár en svo bara byrjar honum að hraka. Og páskana 2002 þá héldum við að hann væri komið með lúnabólgu en svo kemur í ljós að geislameðferðin hafði bara verið allt of öflug og eyðilagt barkalokuna þannig að það sem hann drakk fór bara beint niður í lungun og þetta sem sagt í apríl, lögin í Hollandi tóku gildi 1. apríl 2002 og hann deyr 11. apríl 2002 sem sagt 11 dögum eftir að lögin taka gildi með þeim fyrstu til að fá kannski dánaraðstoð á löglegan hátt en þetta var auðvitað stundað og ég meina þetta stundað hér heima líka að gefa aðeins meira morfín. Þetta gert þó að við viljum kannski ekki viðurkenna það en við erum auðvitað að fá til okkar reynslusögur frá fólki sem hefur upplifað þetta og varðandi þessa lífsloka meðferð sem þú nefndir áðan að þetta ómanneskjulegt að draga þetta, við getum kallað þetta hægfara andlát. Þetta svolítið þannig. Í tilfelli tengdapappa þá tók þetta 3,5 dag. Það ekki fallegt að horfa upp á þetta. Hann var kvalinn og það sást bara á andlitinu. Hann var ekki alveg sofandi, augun hálf opin og þetta bara ómanneskjulegt. Þannig að við viljum að dánaraðstoð ekki mikið svona, þetta ekki svona reisn yfir þessu. Nei, það ekki mikið reisn yfir þessu og við viljum að dánaraðstoð verði mannúðlegur valkostur. Við áttum okkur fyllilega á því að það muni ekki allir velja dánaraðstoð og óska eftir dánaraðstoð, það í góðu lagi en bara þetta sé valkostur, þetta sé standi til boða og þetta snýst alltaf mannréttindi, þetta snýst sjálfsákvörðunarrétt, sjálfræði og við höfum náttúrulega vald til að bara eins og á okkar aldri til að taka ákvarðanir allt í okkar eigin lífi nema þegar við veikjumst. Akkurat. Og það væri, sko bara svo ég hugsi bara hvernig væri hægt að innleiða þetta og það eru ýmsir hlutir sem eru skráðir fyrirfram og það eins og til dæmis líffæragjöf og annað það væri þá hægt að skráða ég vil ef til þess kemur að ég get ekki svarað. Já, það einmitt svona tvennt. Það í fyrsta lagi bara eins og pabbi minn, hann var með ráð og rænu. Það eru nokkuð skilyrði í lögunum í Hollandi. Eitt að þú þarft að vera með góða dómgreind með ráð og rænu. Síðan þarf læknirinn að vera samfærður að það séu ekki önnur skynsamleg úrræði í boði eins og hjá pappa mínum. Það hefði hægt að gefa honum næringu í æð til dæmis, en hann vildi það ekki því hann sagði að mér finnst bara ástæðulaust að fara að draga þetta. Svo þetta spurning óbærilega þjáningar, það segja sjúklingurinn og þetta bara eitthvað sem hann getur sagt til alveg eins og þegar maður fer á spítala og maður spurður á skala 1 til 10 hvað ertu hversu verkjuð ertu. Þetta eitthvað sem sjúklingurinn fara að segja til hins vegar þá líka mikilvægt að þetta sé sjálfviljug og vel ígrunduð beiðni. Þetta ekki beiðni frá aðstandendum og þetta einmitt dálítið það sem við gagnrýnum þegar kemur að lífslokameðferð. Oft það aðstandendur eða læknar sem taka þessa ákvörðun. Og síðan í Hollandi og þetta reynda mjög víða annar læknir óháður sem kemur að þessu sem hittir sjúklingin sem fer úr skuggum að þetta sé sjálfviljug beiðni og líka hann viti hvað hann sé að biðja og þetta eiginlega það sem í öllu ferlinu. Pabbi mér var spurður örugglega 15 sinnum. Veistu hvað þetta þýðir sem þetta biðja þetta það sem þú vilt og svo framvegis alveg fram á síðustu stundu. Það sem þú varst að tala
það heitir á ensku Advanced Directive og það það að geta gefið til kynna fyrirfram. Við sjáum þetta stundum og þetta gert í Hollandi. Það voru til dæmis í fyrra 6 einstaklingar með langtgengna heilabilun, mjög lágt hlutfall ef maður skoðar heildartölurnar sko, því að það voru 9.958 manns sem fengu dánaraðstoð í Hollandi, sem 5,8% af öllum andlátum, 6 af þeim með langtgengna heilabilun, en þetta var fólk sem var einmitt búið að fylla út svona yfirlýsingu og þá þarfti raun að gefa til kynna. Hvað finnst þér ásættanlegt og ósættanlegt og fólk segir stundum þegar ég þekki ekki lengur börnin eða barnabörnin eða þegar ég þarf aðstoð við allar athafnir eða klósettferðir, þá finnst mér nóg komið. Þannig að fólk fær dálítið að skilgreina þessi mörk sjálft. Hvernig þessi meðferð, hvernig þetta framkvæmt? Hvað gert? Það eru nokkrar leiðir. Fyrst það svo leið sem við köllum oft hollensku leiðina og hún felur í sér að læknir gefur deyðandi sprautu. Þetta reynda 2 sprautur. Fyrsta sprautan bara til þess að fólk sofni og svo kemur seinni sprautan sem vöðvaslakandi og þá hættir hjartað að slá og í tilfelli pappa þá bara sofnar hann og í mjög djúpum svefni, byrjar að hróta og svo kemur sprauta númer 2 þannig að það læknir sem veitir aðstoð. Í Hollandi líka hægt að velja það að drekka blöndu og ef þú getur það ekki, til dæmis hefði pappi minn ekki getað drukkið, en þá hægt að fá hann í æð og þá ítir þú bara sjálf á takkan. Þannig það líka í Sviss. Í Sviss bara hægt að láta sjúklingin eða einstaklingin drekka blönduna og ef að fólk til dæmis lamað fyrir neðan háls, getur ekki drukkið að íta á takka, þá eru aðrar leiðir. Þá þeir með iPad, þú getur notað nefið, tunguna eða jafnvel augskanna. Þannig að þetta ansi langt og mjög þróað orðið. Já, þetta mjög þróað og Sviss hefur náttúrulega verið með þessa löggjöf síðan 1937 og þar gerist þetta utan heilbrigðiskerfisins, ekki innan, þannig að fólk fær íbúð og þar fer þetta fram og það ekki læknir á staðnum en einhver heilbrigðisstarfsmaður, en þar klárar fólk þetta í raun sjálft. Það líka hægt að velja þessa leið í Hollandi, nema flestir velja að láta læknin framkvæma. Það sama á við í til dæmis Nýja-Sjálandi, þar sem báðar leiðir eru líka í boði. En svo þannig að við kallum þetta oft svissnesku leiðina, þó hún sé í boði líka annar staðar. Og svo þriðja leiðin sem ég ekki mjög spennt fyrir. Við kallum hana Oregon leiðina og þetta leið sem ekki bara notuð í Oregon, en þetta var kannski fyrsta fylkið sem að samþykti dánaraðstoð af 12 og það fleiri fylki á leiðinni á þessu ári, væntanlega Illinois og New York, þeim fjölgar vonandi á næsta ári. En þar það þannig að þegar þú búin að fá grænt ljós, það búið að leggja mat, auðvitað þar líka skilyrði sem þarf að uppfylla, alveg eins og í Hollandi og Belgíu og annar staðar, en svo getur þú sótt lyfið í apótek og tekið með þér heim. Þú geymir það þar, þangað til þér finnst, vera komin tími til og ég með smá efasemtur þessa leið. Í fyrsta lagi að vera með svona lyf heima hjá sér. Það var eitt tilfelli í Viktoríufylki í Ástralíu, þar sem að vinur einhvers sá sem að óskar eftir dánaraðstoð og fær hana samþykta, búin að sækja lyfið, geymir það heima hjá sér, en svo bara deyr hann áður en til þess kemur, lyfið heima, vinur hans kemur í heimsókn, finnur það og notar það og deyr. Þetta leið sem að ég set spurningamerki við. Það þyrfti alltaf að vera mjög skýrt eftirlit, því við vitum það líka að það cirka 1/3 sem ekki notar lyfið af þeim sem færða. Þannig að þetta eru svona leiðirnar. En þannig, og þá velti maður líka fyrir sér hvort að það þurfi endilega þessa aðkomu. Ég meina það þetta ekkert mál þannig fyrir fólk að taka í líf. Þannig að þetta er svona, þetta er svona mitt.
svona tvíbent? Já, við gerum reyndar sko að taka eigið líf, við gerum greinamun á því, sko við tölum til dæmis aldrei sjálfsvíg í þessu tilfelli. Því að við erum að tala fólk sem óbærilega kvalið og það í raun ekki að velja milli lífs og dauða, það að velja milli tveggja andláta, hægfara andláts eða bara, mannúðafulls andláts. Það tvennt ólíkt en og það einmitt sumir hafa sagt með að segja læknar að fólk geti þá bara tekið eigið líf. Málið þegar þú ert komið með krabbamein, langt gengi krabbamein, eins og pabbi minn, hann var rúmliggjandi, þurfti aðstofa allar athafnir, hann komst ekki fram úr rúminu, hann hefði aldrei getað tekið eigið líf. Nema mamma hefði gett byssu eða eitthvað. Þannig að þetta snýst það að finna hvaða leið hendar og þetta eiginlega umræðan sem á eftir að fara fram hér á Íslandi því að læknafélagið til dæmis hefur sett sig upp á móti dánaraðstoð og ég skil það auðvitað á vissu leyti því að hlutverk lækna að lækna og líkna en ekki deyða. En svo þessi læknaeyður, þar sem að kemur til dæmis fram að þú skalt ekki skaða, do no harm, en málið og læknar sem við þekkjum sem að samþykja og vilja sjá dánaraðstoð lögleita, þeir segja það að láta fólk þjást að óþörfu á dánarbeði þegar vitað að það stutt eftir. Það líka að skaða. Þannig að, og þeir segja líka þessi læknar, túlkunin á læknaeyðunum, í fyrsta lagi hefur eyðurinn breyst, en í öðru lagi þá hefur túlkun á þessum eið líka breyst og læknar benda líka ofta á að það verði að gera ýmislegt annað í dag en að lækna og líkna. Við erum til dæmis, þeir eru að sprauta botox í varir, það ekki að lækna eða líkna, þeir eru að framkvæma meðgöngurof, það snýst yfirleitt ekki að lækna og líkna. Þannig að það margt gert og við vorum eiginlega, þegar þessi lög voru útvíkuð meðgöngurof, við minnir 2019, þá var mikið talað sjálfsákvörðunarrétt kvenna að ráða yfir eigin líkama og við að gamni, ég og stjórnarmaður í lífsvirðingu, við skrifum grein þar sem við tókum greinagerðina sem fylgdi frumvarpinu nema við skiptum út orðinu konu fyrir einstakling og orðinu meðgöngurof fyrir dánaraðstoð og þá eiginlega bara greinagerðin tilbúin. Því þarna mikið talað sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétt og svo framvegis og ég eiginlega hissa á því að það skuli ekki hafa verið meiri umræða dánaraðstoð þegar við samþykkjum meðgöngurof í raun bara fram að 20. og annari viku sem að sum börn hafa lifað sem að verið að Akkurat. Já, þetta svona, eins og þú segir, þetta svona rétturinn til þess að ráða og hann svo mikilvægur og í okkur samfélagi við tölum mikið það. En sko, þegar nú hef ég reynslu á að svona líknandi meðferð að hafa fylgst með henni bæði sem starfsmaður á elliheimili og líka sem aðstandandi og þetta rosalega, og ég ætla bara að segja það, þetta bara mjög óhugnalegt og þetta óþægilegt og þetta eiginlega hálfpartinn ömurlegt að því að þú ert að svelta og fólk til dauða eiginlega. Já, það verið að svelta fólk til dauða, það fær ekki vökva nema bara það verið að bleita varirnar eða tunguna, það fær ekki næringu, það fær ekki lyfin sem að tekur, sem sagt öll lyf fyrir tekinu og þetta á blóðþrýstingslyfjum eða öðrum lyfjum og svo bara líknarslæfing og aðstandendur, við náttúrulega fáum reynslu sögu frá fólki og nákvæmlega eins og þú ert að segja, þá segir fólk okkar þetta sé ómannskilegt og þetta mjög erfið reynsla fyrir aðstandendur að horfa upp á ástvin þjást. Og það þetta það sem enginn vill að ástvinni manns þurfi að horfa á mann þjást. Nákvæmlega og ég hef náttúrulega samanburðin því að ég þegar pabbi deyr þá búið að velja tímasetninguna, þetta var 5:00
og læknirinn kemur, við erum öll hjá honum, hann var búinn að velja tónlist með ensku hljómsveitinni Ennju sem hann var svo hrifinn af og við sátum all hjá honum og sögðum góða ferð og bara, og veist, þetta var friðsæl stund, þetta var falleg stund. Ég fæli gæsahúð þegar þú segir þetta hljóma svo dásanlegt. Já, þetta var fallegt, en líka það sem fallegt að, sko, við gátum kvart, bara að því við vissum hann að fara að deyja, þú veist, það var tekin ákvörðun daginn áður, þegar hann var búinn að fá grænt ljós og allt, þá segir læknirinn við hann, og þetta var heimilislæknir hans til 30 ára, segir hvenar myndur vilja gera þetta. Og hann var það kvalinn að hann sagði bara núna, getur þú gert þetta núna? Og hún sagði nei, það er nú ekki alveg hægt því að ég á eftir að sækja lyfin og fylla út pappíra en á morgun 5:00 er það ásættanlega tímasetning. Þetta var hennar fyrsta tilfelli, þetta er náttúrulega 11 dögum eftir að lögin taka gildi. Og hann segir bara já, ég vil þetta á morgun. Þannig að hún fer og þetta er náttúrulega skrítinn dagur sem að gengur í garð, sko, maður veit ekkert hvernig maður á að haga sér og maður reynir að spjalla við hann og fá sér eitthvað að borða en maður var ekki með neina matarlist og svo kemur á stundinni og þetta var bara, hún gerði þetta vel. Þetta var henni erfitt því þetta var hennar fyrsta tilfelli og hún var alveg með tárin í augunum eftir að þessu var lokið en hún sagði samt líka mér finnst ég gera rétt af því að ég er að uppfylla hans dýpstu ósk. Hann vildi fá að fara og hann sagði sjálfur pabbi ég myndi ekki óska mínum verstu óvinum þessa að þurfa að fara í gegnum þetta. Nú segja læknar stundum lífsviljin er svo sterkur en hann var samt ekki nógu sterkur því að bróðir minn var ætlaði að gifta sig 2 vikum eftir að hann deyr. Hann var búinn að spurja hann að flýta brúðkaupinu svo að þú getur verið með. Hann treysti sér ekki til þess. Hann gat heldur ekki beðið. Hann treysti sér ekki til að bíða í 2 vikur. Og ég hugsa alltaf ef hann hefði ekki fengið dánaraðstoð þá hefði hann líklega dáið innan viku eða 2 vikna. Það var ekki mikið eftir. En hann fékk alltaf að fara og hann var svo sterkur persónleiki, tók sjálfstæðar ákvarðanir og við spiluðum lagið My Way með Frank Sinatra í Jarðarförinni, það átti svo vel við. Hann gerði þetta á sinn hátt. Hann var líka búinn að biðja okkur að skála í kampavíni eftir að hann var farinn og við gerðum það. Þannig að þetta var mjög friðsæl stund og þetta er allt annað en þessi lífslokameðferð sem þú talar um. Akkurat. Ég man eftir því að hafa horft mitt upp á aðstandendur sko í marga sólarhringa í herbergi það sem eru margir og manneskjan sem eru augljóslega sárkvalin og eins og þú talaður að maður sér það svona á þeim og í sko frákvörum jafnvel eftir að hafa verið á sterkum lyfjum og það má ekki gefa þeim vatn sumir þess að biðja það þau eru svo vöng og þetta er ekki mjög, það er ekki mikil reisn yfir þessu. Nei, og það er einmitt þetta sem að skiptir svo miklu máli að fá að deyja með reisn. Nú þarf náttúrulega hver og einn að skilgreina hvað það þýðir að deyja með reisn. En það er ekki mikil reisn yfir þessu og að bleita varirnar með svampi og fólk biður að fá að drekka og ég hitti konu daginn pappi hennar þeirra systrana var í lífslokameðferð og þetta tók alveg 5 daga og þær voru farnar að tala það sín á milli að bara enda þetta með kotta bara við getum ekki hort upp á þetta lengur og hún sagði ég er með svaka samviskubit yfir því að hafa hugsað þetta við létum ekki verða að því en hún sagði við vorum bara komnar það langt að við vorum farnar að velta fyrir okkur á að vera ég eða þú sko, systir mín á börn, ég á ekki börn, kannski væri betra að ég myndi gera það eða eru eftirmálar og svo framvegis, bara ímynda sér að þurfa að hugsa þetta, að enda lífið af því að maður getur ekki hort upp á þessar þjáningar lengur. Já, og maður veldur fyrir sér að því að þú talar læknana og læknaeyðin og svona og það, þetta svona skiptist í kannski 2 og ég hvort að það væri, ég hreinlega ekki bara hægt að fá sérhæfða einstaklinga sem þá sinna bara þessu og ég efast að þetta yrðu gríðar mörg tilfelli hér. Akkurat, það er einmitt eitt af því sem við höfum bent á
Í Hollandi í dag eru sem sagt 5,8% af öllum andlátum eru vegna dánaraðstoðar en það var ekki þannig í upphafi. Og við erum kannski að tala 10-20 manns á hverju ári. Við erum ekki að tala stóran hópa læknum heldur. Við þurfum kannski bara 5 eða 10 lækna sem eru tilbúnir að veita dánaraðstoð. Ég veit allavega 2 sem að hafa bara stigið fram og sagst styðja dánaraðstoð og vera sem sagt, tilbúin að veita hana. Þannig að við þurfum ekki marga í viðbót. En svo einmitt það sem þú nefnir hægt að halda læknum utan við þetta. Það auðvitað ekki hægt að öllu leyti því að það eru þessi skilyrði varðandi meðferðarúrræði. Læknir fara að vera samfærður að það sé ekkert annað skynsamlegt í boði. Það hægt að gefa til dæmis enn eina lyfjameðferðina við krabbamenni en það ekki víst að hún skilja árangur og geri jafnvel illt vera. Þar koma auðvitað læknar að þessu. Matið eru alltaf í höndum lækna, hvort að fólk komi til greina eða ekki. Eftir það þá má auðvitað velta fyrir sér eru aðrir sem gætu veitt þessa aðstoð. Í Sviss yfirleitt hjúkrunarfræðingur á staðnum eða heilbrigðismenntaður starfsmaður ekki læknir, þannig að hann kemur ekki að framkvæmdinni. Það má auðvitað hugsa sér það þannig líka hér heima, en ég held að við komumst ekki hjá því að lækna þurfa auðvitað að leggja mat á ástand sjúklingsins. Þannig að það svona, kannski eftirfylgnin fyrir þá sem að eiga erfitt með að þeim finnist þetta ekki beint að vera að líkna. Nei, og svo þessi náttúrulega leið að drakka blönduna fyrir það sem það geta, annars bara að fá þetta í æð, í gegnum sondu eða þá þarf læknirinn auðvitað að setja upp eða hjúkrunarfræðingurinn að setja upp æðalegg en að öðru leyti þá það bara einstaklingurinn sjálfur sem framkvæmir. Það má auðvitað hugsa mismunandi útfærslu. Það hins vegar gaman að segja frá því að það hefur verið mjög mikil breyting á viðhorfum lækna til dánaraðstoðar. Það voru gerðar kannanir 95 og 2010 sem náttúrulega bara eldgamlar. Í könnuninni 2010 þá voru 18% lækna fylgjandi en svo sjáum við bara núna 2021 þá sem sagt kona í HÍ sem endurtekur, Brynhildur K. Ásgeirsdóttir, hún endurtekur þessa könnun frá 2010 og 95 til að fá samanburðin og það leiðbeinandi hennar gerði þessa kannanir 95 og 2010 og þá kemur í ljós að stuðningurinn miklu meiri allt í einu 2021 og þetta var reyndar takmarkað úrtak en auðvitað mikil vísbending og þessi könnun uppfyllir bara öll skilyrði varðandi áreiðanleika og vikmörk og svo framvegis. 54% lækna í þessari könnun styðja dánaraðstoð og hlutfalli var enn hærra meðal hjúkrunarfræðinga. Svo gerð önnur könnun 2023, þá það heilbrigðisráðherra sem að gerir könnun og þetta var einlega vegna þess að Bryndís Haralds, sjálfstæðiskona, hún hefur einlega verið baráttumaður dánaraðstoðar síðan 2017. Hún leggur fram þingsályktunartillögu eða skýrslubeiðni síðar þegar hún fór ekki í gegn það að í fyrsta lagi heilbrigðisráðherra láti gera skýrslu stöðuna í þeim löndum sem við berum okkur saman við, bæði það sem dánaraðstoð leyfilega og ekki leyfilega og í öðru lagi að gera könnun meðal heilbrigðisstarfsmanna. Og í fyrsta skipti þá eru sjúkraliðar líka spurðir sem skiptir þetta miklu máli því að við skoðum bara samskiptin og nándina þá náttúrulega læknirinn kannski minnstum samskiptum við sjúklingin, hann kemur, fer stofugang og fer, en svo koma hjúkrunarfræðingarnir og sjúkraliðarnir og í þessari könnun 2023 þá kemur í ljós að 56% lækna styðja dánaraðstoð og 86% hjúkrunarfræðinga, 81% sjúkraliða. Þannig að það eiginlega í fyrsta eða í annað skipti, nú voru sjúkraliðar náttúrulega ekki með hinni í könnunni, en þetta bara meiri hluta stuðningur. Þannig að ég held að tíðarandinn sé að breytast og hvað þetta varðar og varðandi almenningur hefur stutt
dánaraðstoð alveg síðan 2015. Þá gerði Siðmennt könnun sem maskína framkvæmdi og þarna var 75% stuðningur. Við höfum svo endurtekið þessar kannanir 2019, 2022 og svo var prósent með könnun 2024 og í öllum þessum könnunum stuðningurinn frá 76 og upp í 78% meðal almennings. Og við erum að spyrja, við erum að útskýra, við segjum ekki bara dánaraðstoð, svo útskýrum við. Ef einstaklingur haldinn bara ólæknandi ástandi sem ekki hægt að ráða bót á, myndur þá vilja að viðkomandi gæti fengið dánaraðstoð. Og þá það 77% sem segja já. Svo spyrjum við líka, ef þú værir í þessum aðstæðum, myndur þú vilja fá dánaraðstoð, þá það 82% almennings. Þannig að það kannski öðruvísi við hugsum ástvin versus okkur sjálf og okkur sjálfum sko. En ég held að þetta sé bara spurning tíma. Við höfum verið með vísindaferðir fyrir nema í læknisfræði á hverju ári, jafnvel 2 ári og við gerum alltaf óformlega könnun og í flestum tilfellum þá yfir 90-95% þeirra fylgjandi. Þannig ég held að það verða auðvitað kynslóðaskipta á næstu árum og ég held að þetta muni bara breytast smá saman. En þú, að því að þú hefur samanburði af líknandi meðferð og svo dánaraðstoð. Fyrir þér sem aðstandanda, hver munurinn og hérna, ég veit hvort þú myndir kjósa fyrir ástvin, en svona, getur þú útskýrt hvers vegna? Sko, munurinn í fyrsta lagi að það val einstaklingsins. Eins og pabbi minn, hann gat valið. Hann gat líka valið lífslokameðferð, en hann kaus dánaraðstoð. Af því hann sagði, þegar þjáningin einar eftir, og ég meina, ef við sjáum til dæmis kannanir á því hvers vegna fólk biður dánaraðstoð, þá líkamlegi verkir í 7. sæti. En þetta snýst skert lífsgæði, að vera upp á aðra að koma, vera háður öðrum, að geta ekki lengur notið lífsins. Og pabbi minn gat ekki lengur notið lífsins. Hann var maður sem hjólaði mikið og fór á tónleika og virkur, en hann var bara rúmliggjandi og bara háður okkur. Hann sagði þetta ekki reist og hann vildi velja að fara. Hann var líka mjög kvalinn þrátt fyrir líknandi meðferð. Þannig að það kannski munurinn að virða ósk einstaklingsins og svo líka bara eins og ég lýsti kannski áðan, það þessi reisn. Ég fekk að velja, allir voru hjá mér, þetta var friðsæl stund, þetta var falleg stund og við erum ennþá í dag 23 árum seinna bara mjög sátt við þessa ákvörðun. Ég verði auðvitað að taka fram að ég hefði helst vilja hafa bara 64 ára, ég hefði helst vilja hafa hjá mér í 20 ári viðbót, en úr því sem komið var, að þá var þetta besta leiðin út úr þessum kvölum. Þannig að mér finnst það aðal munurinn að láta fólk ekki kveljast að óþörfu eins og ég nefndi, við gerum ekki þeir dýra á í hlut, við myndum aldrei láta kött sem að kannski lendir í árekstri bara deyja hægt í nokkra daga. Við myndum alltaf bara ákveða. En það má það ekki. En það má það ekki. Þannig að en þetta helsti munurinn. Það bara þetta sjálfræði, þessi sjálfsákvörðunarréttur. Ég fekk að velja og ég man eftir konu í Bretlandi sem sagði, það svo skrítið, ég orðin 83 ára og ég hef fengið að taka ákveðnir allt. Hvaða nám ég fór í, hvar ég fór að vinna, hverjum ég giftist, hvort að ég eignast börn eða ekki börn, en svo þegar kemur á þessu, þá ekkert val. Það ekkert val, þá það snýst einmitt bara þig, ekki einhvern annan. Nákvæmlega, þá það allt í aðri sem eins og oft í lífslokameðferð, læknar eða aðstandendur sem þurfa að taka þessa ákvörðun og þess vegna svo gott í dag til dæmis að því þú nefndir líffæragjöf, lögunum var breytt fyrir nokkrum árum og nú erum við öll bara, þetta heitir bara upplýst samþykki, við erum öll líffæragjafar nema við gefum annað til kynna og nú þarf ekki lengur, það þarf reyndar alltaf að spyrja aðstandendur ennþá, en ef ég búin að gefa til kynna, ég vil gefa öll mín líffæri þá auðvitað á að fara eftir minni ósk. Þannig gæti þetta líka verið með dánaraðstoð í framtíðinni. Já.
En þetta já, eins og ég sagði hérna í upphafið, þá dauðinn, hann svolítið tabú og við tölum ekki hann og ég hugsa bara hversu magnað það væri að fá að upplifa í svona eigin jarðaför. Ég hugsa það, ég hugsa, vá, mikið væri það, af því það svo falleg stund. Ég veit að langafi minn, hann skipulaði sína alveg frá A til Ö með uppáhaldslögunum sínum og tónlistafólkinu sem flutti og hann valdi kistuna og hann varð 105 ára og ákvað svo bara dag einn að hann vildi deyja og hann gerði það bara með því að hann fann það sjálfur að það var komið gott og bara svona sofnaði. En hann, ég hef oft hugsað í hans tilfelli, hann hefði notið jarðarferðarinnar svo vel. Já. Hefði hann fengið að vera með. Nákvæmlega. Og svo bara svona kveðja. Og það halda náttúrulega sumir kveðjupartí. Akkurat. Ég hitti eina daginn sem fór í slíkt partí í Hollandi á vinkonu þar. Og það var partí á ströndinni og það voru ræður og það voru leikir og það var bara gaman og hlegið og þetta gráti líka en þetta var svona kveðju partí hins vegar þá hefur þetta alveg aukist á Íslandi þetta sem þú ert að tala ég þekki athafnastjóra til dæmis sem að vinna fyrir siðmynd þegar fólk velur sem sagt ekki útför í kirkju heldur veraldlega útför og það að aukast að fólk kallar hann á fund til sín til þess að ræða jarðarförina, ræðuna, hvað á að segja og svo framvegis og fólk meira í dag undirbúa eins og með varandi lög og fleira, hvaða tónlistamenn og svo framvegis. Það sem hefur líka hjálpað að þegar einstaklingar stíga fram eins og til dæmis Stefán Karl heitinn, leikari, þegar hann fær bríðskapamenn og þau hjónin voru mjög opin og töluðu þetta og voru með bloggsíðu, sögðu frá. Það auðvitað opnar umræðina. Eins þegar Vilborg Davíðs, maðurinn hennar, fékk heilaæxli og hún skrifa nú bók að Drekinn. Já, ég tók einmitt viðtal við þau hjónin svona á meðan, hann lifði ennþá, en svona var orðið mjög veikur. Já, nákvæmlega og það hjálpar þegar fólk talar opinskátt það og við eigum einmitt ekki að fela það að heldur og líka með börnin. Ég man að þegar kötturinn okkar dó eða fékk dánaraðstoð með nýgnabílun og dýralækning kemur heim til okkar, gefur hún á sprautu og strákurinn minn var alveg hrikalega bara sorgmættur og segir við mig þetta í fyrsta skipti sem ég upplifi andlát. Og hann var 23-4 ára líklega. Þannig að og þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum aðeins að huga líka og líka bara tala mér dauðan til dæmis í Hollandi og þetta kannski af því að dánaraðstoð lögleidd 2002 og fólk talar opinskátt það og þú getur lent í því til dæmis í afmælisveislu að vera spurð. Hvað finnst þér dánaraðstoð? Hvað finnst þér ásættanlegt? Ert þú búin að fylla út form eða hvað ert þú búin að hugsa málið? Þetta þykir bara eðlilegt að ræða þetta eins og hvað annað. Það auðvitað ekki þannig hér heim og bara sem dæmi að þá tölum við ekki heldur kannski beinum orðum dauðan, heldur segjum ef þú skoðar til dæmis bara minningargreina þá fólk farið í sumarlandið eða sofnaði langa svefnin eða bara einhvern veginn það ekki sagt hún dó heldur bara og það var einmitt einn sem sagði við okkur að það væri ekki gott að segja við börn til dæmis amma sofnaði því þá geti barnið bara þá vill barnið ekki lengur sofna því kannski ég þá líka bara farin og líka hún farin frá okkur að segja bara hún dó þú veist þannig að við þurfum að skoða þetta líka við erum dálítið mikið að tala í kringum hlutina þegar kemur að dauðanum. Já, við höfum svolítið svona sópa, við eigum svona tilningu til þess að sópa því sem óþægilegt og erfitt og ótakalegt svona undir mottuna. Svo vilja sumir ekki halda með því að tala dauðan og þá séum við að kalla hann yfir okkur. Þannig að það er best að tala bara ekki hann. Sem náttúrulega ákveðin svona hjátrú. En þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða því eins og ég segi oft í gríni, það sleppur engin lifandi frá þessu lífi. Það bara eitt sem öfugt, við fæðumst og deyjum svo kemur ýmislegt þarna á milli en þetta bara við endum öll á sama hátt Inger, áður en við ljúkum
þessu viðtali hér þá, og hvernig getur fólk svona komist í tæri við þig og samtökin ef að það hefur áhuga á málefninu? Já, við erum með mjög góða heimasíðu þar sem er lífsvirðing.is. Þar eru greinar, ég held að séum 60 greinar sem við höfum byrgt síðan 2017. Það eru upplýsingar hvar dánaraðstoð leyfð. Það eru upplýsingar svona algengar spurningar og svör, helstu ástæður gegn og rök með dánaraðstoð. En svo líka hægt að skrá sig þar í félagið. Við erum með, við stöndum fyrir upplýsingagjöf, við erum með fundir reglulega, ráðstefnur. Við erum líka í góðum samskiptum við félög á Norðurlöndunum. Það er formlegt samstarf. Við hittumst einu sinni á ári. Við sækjum líka ráðstefnur hjá heimssamtökum dánaraðstoð til að vera alltaf með nýjustu upplýsingarnar. Og það er hægt að skrá sig bæði í félagið, en það er líka hægt að skrá sig bara á póstlista. Og þegar við sendum upplýsingar eins og fundi eða upplýsingar greinar, kannski lönd þar sem að þetta hefur verið samþykkt, þá fær fólk upplýsingar það. Þannig að það er lífsvirðing.is. Lífsvirðing.is. Bestu þakkir Ingrid Kuhlmann fyrir að koma og ræða dauðann og virðinguna og reisnina sem fylgir því að fá að deyja bara í friði og ákveða það sjálfs. Takk fyrir að bjóða mig. Og Dóki, við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is